The Lord wants to put His anointing upon us. Drottinn vill setja smörningu sína yfir okkur. Now I believe the Lord is more eager to put His anointing upon us than we are to receive it. Og ég trúi því að Guð sé hafa meiri þrá til þess að setja smörningu sína yfir okkur heldur en hvað við viljum taka á móti smörningu hans. I believe it's so important when we come together that we expect Him to put His anointing upon us. Og ég trúi því að það skiptir svo miklu máli þegar við komum saman að við trúum því að hann vilji setja smörningu sína yfir okkur. Yeah, I'm going to read a very powerful verse here in Jeremiah. Ég ætla að lesa hérna mjög kröftugt vers í Jeremíu. Therefore, thus says the Lord, Og því segir Drottinn, if you repent ef þið iðrist and you give up this mistaken attitude of despair og þið gefið upp þessi örvæntinga viðhorf ykkar and self-pity, og þess að þið að vorkenna sjálfum ykkur, what does that mean? That we are not enough? hvað þýðir það að við erum ekki nóg? Then I will restore you. Og þá mun ég endurreisa þig. I will restore you to a state of inner peace, Og þá mun ég endurreisa þig þar sem þú munt finna fyrir innri frið, so that you may stand before me að þú mættir standa frammi fyrir mér as my obedient representative. sem hlýðinn erfidreki minn. And if you separate the precious from the worthless, Ef þú tekur og aðgreinir það sem verðmæti og það sem ekki verðmæti, you will become my spokesman. þá muntu verða minn erindreki. And I will make you this people Og ég mun gera ykkur að líð, a fortified wall Að of bronze. að vegg sem verður ekki farið yfir. For I am with you Því ég með þér to save you til þess að frelsa þig and to protect you, says the Lord. og vernda þig, segir Drottinn. So I will rescue you out of the hand of the wicked, Og ég mun frelsa þig úr hendi hins vonda. and I will redeem you from the grasping palm of the terrible. Og ég mun frelsa þig frá hinum vonda. I believe just right now that the Lord is wanting to raise up His voice in our nation. Ég trúi því að Drottinn vilji lyfta upp röddi sinni í þjóðin okkar. And it's about God putting His anointing upon us to speak. Og það Guð sem setur smörningu sína yfir okkur til þess að tala. So I pray right now for all of you that are in here. Og ég bið fyrir ykkur sem hérna inni. We pray for those that are going out on the streets. Við biðum fyrir þeim sem að fara út á göturnar. All of the people in this nation that are preaching the gospel. Fyrir okkur öll sem að predika fagnaðarinn út á götunum. Who can hear if no one preaches? Fólk heyrir ekki nema einhver prediki. Lord, I pray that you anoint your people. Það hefur úr smyrð fólk þitt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Hallelujah. Thank you, Lord. Takk, Jesus. Guðmundur is going to share a little bit about the offering for us. Jeremíu 15. Heilsa ykkur í Jesú nafni. Þetta kom svona óvænt upp. They come up óvænt. It came up unexpectedly and then I would speak. En hvílar á hjarta mínu. But this is really strong in my heart here. Já. Og það eitt ég með Biblíu hérna sem ég keypti í einhverju markaði. And I have a Bible here which I bought in some market. Já, og það þannig að ég svona leita í eldri Biblíunar. And I seek into the older translations of the Bible. Og það hafa verið kaffiblettur á henni. There are some coffee stains on it. Þetta sálmaður. It's a sower. Sálmaður á sál. Are you kidding me? Sálmaður á sál. Já. Hugsið ykkur. Og ég tími ekki að krota hann út. Ég vil ekki krota út alla Biblíu, það að útskrifa það sko. And what I do with all my Bibles, I write a lot in them, but I just don't want to do that to this one. Nei. En sko, það sem ég ætla að minnast á, það tíundin. And what I want to mention here is tithe. Og það svona smá inngangur inn í hana. And I want to take a little bit of speak a little bit before I talk about that. Við erum með gangin í tíma núna sem í alheimsvakning.
We're coming into times where there is a universal revival. Það verður ekki staður í jörðinni sem orguðs verður ekki predikað. And there's not going to be any place on planet Earth where the gospel is not going to be preached. Það ræta spádómar í Daniel og líka það sem Jesus talaði það ýmsir spádómar í spámennina rætast í Opinberunarbókinni. There's a lot of prophecies in Daniel, in Jesus, what Jesus said, they're going to be fulfilled. Og þið voru að tala baráttu. And we were speaking about Það engin fight. sigur án baráttu. Við þurfum að berjast að borðinu. There is no fight, there is no victory without a fight. We need to fight to access the table of the Lord. En hvernig getum við eigna sigurinn? But where do we gain the victory? Eigum við að bara hrekjast að berast undan hverjum kenningavindi og segja þetta svona og djöfull svo vondur við mig og geta ekki einu sagt að djöfullinn bara óunnur svo vondur og svo framvegis sko? And what, are we going to go there and we're going to say we're going to be cast to and fro with every wind of doctrine and the devil is so bad to us and he's just so bad to us because he's so bad to us? Lifa hálfsigur en ekki fulla sigur? Living in semi-victory but not in real victory, substantial victory. Við vorum svona í dag og hinsinn á morgun eða svona í morgun og hinsinn í dag? Are we living this way today and differently tomorrow and Ekki stöðugt hugafar? not a steady mind? Ég ætla að byrja að segja sko, ég talaði hérna í Efesus. I'm going into Ephesus, beginning there, Þetta kemur inn á 10. síðar. and then it comes into, we speak about the tithe. Að lokum styrkist nú í Drottni Finally be strengthened in the Lord og í krafti máttar hans. and the power of his might. Klæðist alvatni Guðs Be clothed with the whole armor of God, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. that you may stand against the wiles of the devil. Og við vitum að djöfullinn hann kemur til að stela, slátra og eyða. And the devil comes to steal, kill and destroy, we know that. Og meðal annars reyna að taka tíundana frá Guði og þar að leiðandi tíundana, blessun tíundana inn í eitthvað lífi í burtu. And he wants to steal away from us the tithe of God and therefore take away the blessing of the tithe into our lives. Og ég ætla aðeins að koma inn á hvernig það getur gerst. And I'm going to go into how that can actually happen, that we miss out on that very Því að blessing. baráttan sem við eigum í ekki við menn að holdi og blóði, Because the fight which we are in is not against man of flesh and blood. hér við öll að holdi og blóði. We are here, we have Þetta flesh and holdi blood. og blóði, þetta andlegt. And this is not, the source of this which comes against us is not flesh and blood, it's spiritual. Heldur við tignir á völdin, But with principalities and powers, við heimstörnum þessa myrkus, with the Lord of this age and spiritual wickedness in heavenly places, við andaverum mónskunni í himingeimunum, with the spiritual wickedness in the heavenly places. 4 atriði sem talinu upp. There are four elements which are spoken about here. Og í Opinberunarbókinni og víðar þá var sagt að Lúsífer, hann var hérna engill á himni sem átti að gæta okkar í lend Guðs þegar við vorum sæði og sál þar, eða sem sál og andi. We can see that in Revelation that we were supposed to be, when we were in heaven before we came into the earth, the Lucifer had the place to guard us and guide us. Og þetta get ég alveg sýnt okkur nákvæmlega orð Guðs. I can show you that in the Word of God very En þetta clearly. er það kennsla. But En sko, Lúsífer, þegar hann féll að himni, þá breyttist nafni hans. Lúsífer var kölluð morgunstjarnan. Lucifer was, his name was changed. Lucifer means the morning star. Og það segja ljósberi. And he was a carrier of light, that's what it meant. Það var eðli hans. That was his nature before. Og hérna þegar hann var felldur til jarðarinnar, When he was stricken to the earth, þá var nafn hans breytt eftir eðli. and then his name was changed because of a change in his nature. Satan, djöfull, höggormur og dreki. Satan, devil, serpent and dragon. Það segja tignir, Satan, völd, djöfull, Principalities, heimstofna myrkursins, sagði höggormur og andaveru vonskunar drekin og það þetta fulla vald vonskunar og við sjáum þetta í Ísis og annað hvernig það fer gegn kristnu og við verum að gera okkur grein fyrir að við sem kristni einstaklingar we need to realize as Christian individuals, við erum hermenn we are soldiers. þess að segist klæðist alvatni That's why it says put on the full armor of God. og það svo mikilvægt að skilja að kristinn maður hann hermaður. And we need to understand that Christian people are
our soldiers. Og við þurfum að taka okkur stöðu sem slíkur, And we sem need to slíkir. take our place as soldiers. Og við erum póstalagsbámenn og svo framvegis. And we are apostolic apostles, prophet, and so on in Og our við function. allir hafa gjafir andans. Everybody has the 9 gifts of the Spirit. Og það enginn sem hefur ekki tilgang eða markmið í ríki Drottins. And there is nobody that has not a purpose in the kingdom of God. Það þurfi ekki allir að fara út á strætin, And not everybody got to go into the streets eins og með svo mikið predikað. as is preached. Heldur það hermenn sem biðja fyrir þeim sem fara út á strætin. Það mjög mikilvægt. But also soldiers which pray for those that go out into the streets. Síðan segir, takið því alvarni Guðs til þess að þér geti veitt móstuð á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. And then it says, let me see, and then take on the full armor of God that you may be able to resist in the evil day, that you may stand when you have overcome all. Og svo segir að standið því gyrtir lendariðar, það sköpunarkrafturinn. Yeah, and we be girded with truth around your loins. Og í hennar klæddi brynjutur réttlætisins, skóa, and be with a shield of righteousness. Skóa með fótum, á fótum með fúsleik, við þurfum að vera með fúsleika, ekki gera þetta nauðung eða akkur þar er þetta þreyttur og svona frammiðis. Ef við höfum það, þá er bara að biðja Drottinum að gefa okkur fúsleik. And we need to have Og við sjáum að hérna brúðurinn, as the bride henni lýst í ljóðalögunum, is described in the Songs of Solomon. Hálsinn á eins og Davíðs turn, það segir með 100.000 skilda. And this neck was like David's tower with hundreds of shields. Þetta trúar sigur brúðarinnar í hverjum kringumstæðum. This is the faith victory of the bride in every situations of life. Það sem gerðist þegar Davíð kom úr orustunni, var búinn að vinna sigurinn. When David had overcome in the victory in the day of battle, þá tóku þeir alla skildi og hengdu upp í turni Davíðs. Then they took all the shields and they hung them up in the Tower of David. Til þess að myndu minna það á sigurinn sem þeir unnu. That the shields might remind them of the victory that had been gained. Og hérna, ég hafa verið talað, þegar ég hef talað við tíund, þá hafa verið talað við mig það að hérna, þetta tilheyrir bara Gamla testamentinu. When people talk to me about tithe, they say to me, well, tithe is only belonging to the Old Testament. En mér langar að segja ykkur frá því að Jesús sjálfur segir hérna hvernig á að gjalda tíund. But here is Jesus talking about himself, speaking about how you should give tithe. Það Mattheus 23. Matthew 23. Vegi yður, fræðimenn og fariserar hræsnarar. Woe unto you, Pharisees and Pharisees and hypocrites, yeah. Því að gjaldi tíund af myndu, anís og kúmeni. You give tithe of different things. En hirði ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. But you don't take care of that is most important in the law, righteousness, mercy and faithfulness. Þetta ber yður að gjöra, en hitt eigi ógjört að láta. This is what you should do, but you shouldn't skip out on the first part. Þannig að tíundin fullgildi. So that the tithe is here in fully in function. Ég ætla að koma inn á merkingu tíundunar. I want to come into a little bit, talk about what does the tithe signify in reality. Allt inni, allt í náttúrunni everything in the nature, everything is in nature. Hann skapari alls. He created all, it all belongs to him. Og hérna maturinn og allt sem við höfum the food which frá we honum. have and everything we eat comes from him. Hvað köllum við þetta þá? What do we call it then? Góður gjafari. Viljum við gjafir? He's a good giver and he gives gifts. Eina sem hann krefst af okkur tíund af því sem við fáum inn að innkoma okkar sem skylda. And he only thing he wants to do is that he requires that we give 10% of the money which we gain every month. Og hérna tíund hlutfall af 100%. Tithe is a part of 100%. Og það ekki ástæðulaust sem þetta gert. It's not without a reason why this is done.
Því að þegar drottinn fær sitt, þá gefur hann okkur tilbaka. When the Lord receives what is due to him, he gives back to us. Og tíundin, And tithe, hún á rætur sinni að rekja í trú Abrahams og við erum börn Abrahams og við göngum í trú. and the tithe is introduced through Abraham. We are the children of Abraham. We walk in faith. Hérna talaði prestguð sem Kristur Guðs í upphafi. And then here is talking about a priest which is Christ in the beginning. Já, inn í eilíðin sem var. In the Við one komum time úr that eilíð was. inn í tíma og förum inn í eilíð. We Fyrir come því hvernig ég tala árin, ég verð að útlista það þannig. We come from eternity into time, and we go out of time into eternity. Og Melkísedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðsins hins hæsta. Melchizedek, this was a king in Salem and a priest of God of the Most High. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. He walked towards Abraham and blessed him. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum og honum lét Abraham í tíunda öllu. And when he was coming home from having victory over kings, Abraham gave tithe of everything he had to Melchizedek. Fyrst þýðir nafn hans, réttlætiskonungur, Firstly, his name means king of righteousness. en hann heitir ennfremur Salem konungur, það friðarkonungur. He also is a Salem king of Salem, which is that he is a king of peace. Svo hann lýst hvernig hann ekki hann föður og móðurlaus og svo framvegis En And he doesn't have any father and mother registered, so it's like Christ. En við fáum frið í öllu kringumstæðum þegar við gefum tíund. Við þurfum ekki að hafa ágjör að því þó við séu blönk og allt þetta. We get peace in every situation when we give tithe. Því að reynsla Drottins er með okkur í þeim kringumstæðum. Because the Lord is with us in these Og situations. þó við glötum öllu, skiptar ekki máli vegna þess að eignast allt í nýliðinni. And even though we lose everything, we have gained everything in eternity. Og fyrirheiti sem Drottinn gefur The promise that the Lord gives í sjá, inn í Melkísedek, Melchizedek nei, inn í Malaki. in Malachi. Já, ég bara með hana, It's þess að new. segja hann ekki öll útskrótuð þessi Það getur verið erfitt að finna nefnilega í þeim biblíum sem ekki útkrótaðar. Það sjá. Þar talað sem sagt að musteristíundina. And here is talking about the tithe of the Og þannig Ísraelsmenn búin að gleyma sem sagt höfðu ekki rækt við tíundina. and here is the Israelis, they're not giving tithe at this point in time. Þannig að Drottinn minna fyrir minn spámanns Malaki. And he is reminding them from the mouth of the prophet Malachi. Ég, Drottinn, hef ekki breytt mér. I, the Lord, have not changed Og myself. þér, Jakobsinir, samir við yður. And you, sons of Jacob, you are always the same. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. And from the beginning, you have strayed away from my sayings, and you have not kept them. Svo kemur snúið til mín þar segir gerið So turn yourself to me, or in other words, to repent. Þá mun ég snúa mér til yðar, segir Drottinn allsherjar. Then I will turn to you, says the Lord of hosts. Svo kemur stóra spurningi. And here comes the big question. En þér spyrjið, að hverju leyti eigum við að snúa oss? And that you ask, in what way should we turn? Á maðurinn að pretta Guð úr því þér prettið mig? Should man rob God because you rob me? Þér spyrjið, í hverju höfum við prettað þig? And you ask, in what way have we robbed you? Í tíund og fórnagjöfum. In tithes and offerings. Mikið bölvum hvílir yfir yður. Great curses is over you. Af því þér prettið mig, öll þjóðin. Because you rob me, all the nation. Svo kemur færi alla tíundi í forðabúrið. Bring all the tithe into the storage.
til þess að fæðsla sér til í húsi mínu. that food will be in my house. Og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir And drottinn allsherjar. try me once in this way, says the Lord of hosts, Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttir himinsins that I will not open up the gates of heaven og útælli yfir yður yfirgnaða blessun. and I pour over you overflowing blessing. Svo kemur leyndardómur sko tíundunar And here comes the mystery of the tithe revealed. og hann hefur hérna með svolítið inn í okkar lífi sem heitir sko að við fáum opinber fyrir einhverju að við, já, And it has to do with that we get a revelation of something sem mun endurlýsa kringumstæðan okkar which will redeem our situations, sem síðan að gefa okkur fullnægju which in return gives us full pleasure. og þetta spilltu vilji mannsins And it has to do with the corrupt will of man. og við ætlum að endurlýsa okkur sjálf sko And we are trying to restore ourselves. og hérna svo kemur og ég mun hasta á átvargin And fyrir I yður will how do you say that in English? I will rebuke the devourer. Já, til þess að hann spilli ekki fyrir gróður jarðarinnar og víntré á akrinu verði yður ekki ástálist. So that he will not destroy the vine in the field, and your trees will not be unfruitful, Segir drottinn allsherjar. says the Lord of hosts. Og þegar við komum inn í hérna, þegar drottinn mætti Abraham, When the Lord met Abraham, eða sko Kristur, Guðs, when Christ of God, Melchizedek, þá sagði hann sko, Then hann he blessaði, hann sko, má ég sjá, já, blessaði, já, og Melchizedek, konungur í Salem, kom með brauð og vín. and Melchizedek, the king in Salem, came with bread and wine. Og þessi Melchizedek, And this Melchizedek, hann endurtók þetta á krossunum, áður að fór upp á krossunum Golgata í lofstöðunni með lærisveinunum. and he repeated this with his disciple before he Með went brauði on og the víni. cross, Þessi with the sami bread and the wine, Kristur. the same Christ. Og þetta gerir hann, This he does, hinn, sko, og Melchizedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæðsta Guðs, æðsti presturinn. and Melchizedek, king in Salem, brought bread and wine, and he was the high priest of God in Salem. Og hann blessaði Abraham og sagði, And he blessed Abraham, and he said, blessað sé Abraham að hinn hæðsta Guði, skapar heims og jarðar, Blessed be Abraham from the Most High God, the creator of heaven and earth. og lofaði sé hinn hæðsti Guð, And let be the Most High be praised, sem gaf óvinni þína þér í hendur. which gave your enemies into your hands. Og Abraham gaf honum tíundu öllu. And Abraham gave him tithe of everything. Þetta lítið brot af tíundinni, en This is hérna, like a little fraction of what the tithe is. og það var talað sko tíundi prestana And we're talking about the tithe to the priests, og tíundi levitjana, and it was a tithe to the Levites. og við eigum ekki eftir að sjá eftir tíundinni til dæmis, nú Bjarki í forstöðu hér, And Bjarki is heading this ministry up. og hann bara sem dæmi, hann þarf að fara erlendis og svo framvegis, And he goes abroad and stuff like that. hann þarf að fjármagna. This is not, needs to be financed. Við eigum ekki að skipta okkur að því. Hvað verðum það? We should not be concerned what happens to the Við finances. eigum bara að vera trúfest í því sem við erum að gera. And that Það our kemur part is blessin to yfir be, annað. and we should be just concerned to be faithful to what we are supposed to do. Og ég get talað mikið meira tíundunum, mig langar til að gera það til þess að sína hvað tíundunum gerir í lífi almennings, eða sem sagt lífi einstaklingsins. And I wanted to talk a little bit more about faith, about the tithe, what it does in the life of the believer. Og hérna Drottinn segir mér að þegar hann er búin að gefa honum tíundina, ég með mér skjöldur þinn. And when after he has given the tithe, then God says to him, I will be your shield. Sama og í herklæðunum, þetta orð, þessi skjöldur, This shield is the same as we're talking about the whole armor of God in Ephesians. hann tók trúarskrifið, He took the- sigur trúarinnar í þessu kringumstæðum. He took the step of faith, victory in the situation that he was in. Og það hérna, síðan annað sko sem fylgir tíundinni, sem Guð á líka. And there's something else that follows the tithe which God also has. En þetta eina skyldan sem Guð leggur,
But it is the only obligation that God puts on us. En mér langar aðeins að koma með það líka út af kirkjunni. And I want to talk about that because of the church. Það frumgröðin sem við eignumst. That's the first fruit which we get. Það kallað frumgröðafór. And it's called the offering of the first fruit. Fyrsta uppskera hvers sáðkors sem Ísraelsmenn setti í jörð, hvort sem það var sem sagt bygg eða víntrí eða hvað sem var. For the first fruit of anything that they sowed in Israel, Færðu Ísraelsmenn inn í hús Drottins. did the Israelis bring into the house of the Lord. Það var til þess að væri til matur í húsi Guðs That was so that there would be food in the house of the Lord fyrir prest og levita. for the priests and the Levites. That Og was the þannig reason. við skulum virða leiðtogan okkar og við skulum virða þetta prinsip Drottins. And we should respect our leaders and respect that principle of God. Og þá hastar Drottina átvarginn. And then the Lord will rebuke the devourer. Þú þarft ekki alltaf að fá opinberun að kaupa þetta til þess að fullnægja þér. Although that you will not need to buy this to satisfy you something. Nægjusemin, samfara guðhræslu komin inn í staðinn. Godliness with contentment is a great gain. Og friður Guðs And the komin inn. peace of God comes in. Þetta gríðarlegur leyndardómur It is a tremendous mystery. og þetta hefur með sigur að gera. And this has to do with victory. Við viljum lifa sigrandi lífi. We want to live a victorious life. Það sem gerir síðan What happens then, að við höfum heilagan anda that we have the Holy Spirit, og náttúrulega blóði, en ég aðalega heilagan anda orðið sem við talum núna. and we're talking about, we have the Holy Spirit and the blood, and we're talking about the Holy Spirit mainly right now. Við fáum brauð We get bread og vín and wine til að selja okkur sjálf. to fulfill our own flesh. Og svo munum við neita þess í eilíðinum í Jesú Kristi. And then we will also Matleið. eat that in eternity forever. Og With Christ. hlýðni betri en fórn, þannig að við skulum hlýða. And obedience is better than sacrifice. Þannig að ég skilja þetta eftir og það bara stórkostlegt að fá að miðla orðið Guðs. I'm just leaving this with you. It's just such a privilege to be able to share the word of the Lord. Og mér sárnar í hjarta mínu And it just saddens me in my heart að þegar það ekki talað tíundina, when we do not talk about tithe, því að þá bara vel verið að snuða fólk það sem Drottin hefur fyrir það. then what happens when we don't talk about tithe, we are just robbing away from the people what God wants to give to them. Ef við horfum á tíundina, ef við segjum bara þú átt 100 kall, If you look at tithe and you have 100 crowns, lætur 10 krónur, and you give tithe 10 crowns, svo myndi Drottin opna augu þín, and then the Lord opens your eyes, þú sagði gull, silfur og dýra steina sem hann var að gefa þér inn niður fyrir biljón. and He would just giving you gold, silver, and precious stones, and you would have just billions Fyrir eina tíund. for one tithe. Hugsið ykkur. Yeah, just think about this. Já. Þannig ég ætla að ljúka þessu með þessu. I'm going to finish here. Thank you. May I mention this a little bit? The tithe is so important. Fyrir 1977, In ég 1977, fyrir langt aftur, I go back in time. þá eignaðist ég aðra dóttur mína, Then I had yngri dótturina, my youngest og þá daughter. fekk ég sem sagt, hvað heitir þetta fæðingarorlof í fyrsta sinn. And then I had some payments Yeah. from the government because I had a child. Já, og ég var í hjálpræðishernum, það var ekkert talað tíund þar. And I was in the Salvation Army at the time, and nobody was talking about tithe in the Salvation Army. En Guð talaði til mín. But God spoke to me about it. Ég gaf tíund af þessum pening sem ég fekk. But I gave tithe of what God had given to me. Og þá voru þetta bara í 3 mánuðir sem við fengum. And it was just 3 months which we would get at that time. Og það sem gerist að á 3. mánuði, And what happened was in a 3rd month, upphæðin sem ég fekk þá, ekki láta ykkur bregða, and
And the amount which I get, don't be shocked, Hún var undir 30.000. I was below 30,000 what I was paid Já. every month. En þetta var 1977. But this is Okay. 1977. En þannig að tíundin, hún var 2.000 og eitthvað, 2.500-600 krónur. So the tithe was 2,500, 2,600 crowns, something like that. Þennan þriðja mánuð þá var bara, ég veit ekki, við fengum peningana, eða ég fekk þá svo seint alltaf. And I got these payments so late always. Og við áttum engan pening fyrir síðustu vikuna, við vorum með 2 börn, áttum engan pening síðustu vikuna nema þessar 2.500 krónur sem ég átti. And we had just had 2 children, and I had these 2,500. We had no money whatsoever. Og ég fyrir á samkomu og And I would go to a Yeah. meeting, og ég með peningin í vasanum and I have the money in my pocket. og ég segi við Guð, ég eiginlega get ekki sett þetta í tíundina. But I told the Lord, but I just can't give this into the tithe. Þetta eini peningurinn sem við eigum. This is the only money that I have. Og þá stendur foringi Hjálpræðishersins upp. And then the leader of the Salvation Army stands up. Og hann segir, ég þarf aðeins að fá að segja nokkur orð. I have to say a few words now. Guð að minna mig á að tala tíund. God is reminding me to talk about tithe. Og ég sagði, Guð, hvað ert að gera? And I was thinking, God, what are you talking? What are you doing? Já, og hann talar tíund. And he speaks in few words about tithe. Já, og svo fer karvan framhjá. Ég var með þetta í umslagi með tíund, sko. And I had it just in an envelope. It was marked tithe. Og ég let körfun að fara framhjá. And I let the offering basket pass me. Og þetta var svolítið vont að því ég satt upp á palli, allur fólkið í hernum, sko. And I was sitting on the platform, and everybody in front of me. Og karvan fer framhjá og svo sungin söngur. And the basket goes past me, and then they sung some song. Eftir það stendur þessi foringi aftur upp. After that, this minister stands up again. Og fer aftur að tala tíund. And he starts to talk about tithe again. Nota bene, það var aldrei talað tíund. Let's just remind ourselves, there was never a moment where we're talking about tithe in the Salvation Army. Bara fórnir. Only offering. Og ég sagði, Guð, I said, God, ef þú vilt að ég seti þetta í körfuna, if you want me to do this, put this in the offering basket, þá þarftu að gefa mér tækifæri þannig að ég þurfi ekki að stíga fram fyrir framan alla. and that I don't need to step in front of everybody to do it. Give me an opportunity. Já. Og svo líður samkoman og hann sem sagt heldur ræðuna, foringinn. And the leader of the Salvation Army makes a speech. Og þegar hann búinn þá talar hann aftur tíund í þriðja sinn. And then after he had preached, he spoke about tithe for the Og third hann time. sagði, það einhver hér sem þarf nauðsynlega að heyra þetta tíund. And there is somebody in here which needs to hear about tithe in here. Og þá segi ég við Guð, þar sem ég sit þarna upp á palli, And when I was sitting on the platform, then I say to God, viltu láta þann sem tekur körfuna gleyma henni? and I asked, can you let the guy that is having the offering basket forget the basket? Sko, Óskar Jónsson, þið veitir hver Miriam Óskar Jónsson pappina, hann tók alltaf fórnina og fór með og taldi. Oscar Jonsson, which is the father of Miriam, he would always take the offering and he would count it. Hann gleymdi aldrei körfunni. He never forgot the basket. En þarna var hún skilin eftir á pallinum. And that time it was left on the platform. Og svo þegar það voru eiginlega allir farnir, að þá fer ég And when og everybody is læðist með tíundina. And I just went quietly and I gave my tithe. Og við vorum þarna örlítið lengur, svona hópur af ungu fólki.
And we were a little bit longer there, a whole group of young people. Allt í einu kemur Óskar Jónsson hlaupandi. And then Oscar comes running suddenly. Hann hafði verið farin heim He had gone home. og hann var móður og másandi. Þetta var fullorðinn maður og hann var svona. He was come at some age at this time, and he was very, very tired, breathing heavily. Og hann sagði, Kristín hérna? And he said, is Christine here? Og ég, já. Yeah, and said, yeah, I'm here. Og hann sagði, komdu með mér upp á skrifstofu. Come with me in the office. Og ég fyrir með honum upp á skrifstofu. And I come up with him in the office. Og þá sagði hann, ég svo fegin að þú varst ekki farin heim. And I was so happy that you had not left. Af því Guð var búinn að minna mig á að þú ættir að fá þetta umslag. Because God had reminded me that I was supposed to give you this envelope. Hann rétti mér umslag. And he gave me an envelope. Og í þessu umslagi And in this envelope voru 10.000 krónur. were 10,000 Icelandic. Ég lét 2.500. I gave 2,500. 10.000 krónur. That was Guð, 10,000 Icelandic. það kemur ekki alltaf með þessum hætti. But this doesn't happen always with this way. En það gerist líka. But it does happen. Ef að við hugsum, nei, ég hef ekki efni á þessu, ég þarf að nota þetta. If we think, no, I cannot afford it, I need to use this, Þá skulum muna, Guð, hann á meira. then God has more. Og við eigum að færa honum það sem honum ber. And it's our part to give to him what he deserves. Já, amen. Já, amen. En þetta var mjög... En Guð blessar. But God blesses us. Well, praise God. Thank you for Disculpe. sharing about tithing Takk fyrir að deila með tíund, and offerings. fórnir, It's wonderful testimonies. yndislegur vitnisburður, Wonderful. yndislegur. And I can tell you many, many stories of the way God provides because of his faithfulness. Many, many stories. En ég geti deilt með ykkur margum sögum um það hvernig Guð hefur séð fyrir mér. There was a time in my life when whenever I would travel into a nation, I would not come out with any money because they would give you a lot of offerings. Og ég oft síðans fór í þjóðir og þegar maður komið tilbaka þá var engin peningur. And we would just sow it all back into the nation. En við sáðum öllu því sem við höfum fengið í fórnum aftur inn í þjóðina. And then when we were getting ready to come to Iceland, Og síðan vorum við að gera okkur undirbúið til þess að koma til Íslands. we needed on the day that we were traveling to Iceland as a family, on the 4th of August, Á 4. ágúst þar sem við vorum að gera undirbúið okkur að vera koma til Íslands sem fjölskylda. we needed something like, I think it's about 120,000 krónur Og þurftum á 120.000 krónum eitthvað slags að halda. to add to the amount of our tickets. Til þess að bæta við kostnaðinn við miðan okkar til Íslands. And it's like 6 or 7 hours before our plane leaves. Og 6 eða 7 tímum áður en að flugvélin okkar fer. And I know that we're not going to go to Iceland unless I've paid that money. Og ég vissi að við myndum ekki fara til Íslands nema við myndum borga þessa peninga. So myself and the wife and our 2 children, we stood in the kitchen Og ég og kona mín og börnin mín, við stóðum í eldhúsinu. and we held hands Við héldumst í hendur and I prayed. og ég bað. And we said, Lord, Ég sagði Drottinn, this mission will not get started þetta verkefni byrjar ekki unless you come through for us. en nema þú komir í gegn fyrir okkur. But when I said amen, Og þegar ég sagði amen, we dropped our hands. þá sleftum við höndum okkar. Everybody turned around and walked in a different direction. Og við sleftum höndum og allir fóru í mismunandi áttir. As soon as we turned our backs, the phone rang. Leið og við snérum okkur frá, þá hringdi And síminn the voice on the phone said, og röddin í símanum sagði, I just deposited 120,000 kroners into your account. ég setti 120.000 kall inn á reikningi núna akkurat í þessu augnabliki. I could get in the car and go and pay the tickets to get here.
og ég get farið og borgað miðana til þess að koma hingað. So many stories, but thank you. Thank you. God is faithful. Við þakka ykkur báðum kærlega fyrir Guð er trúfastur. We cannot outgive the Lord. Við getum ekki gefið meira heldur en Guð gefið tilbaka. You give a tithe, an offering, God will put your giving to shame. og þá mun Guð mun gefa svo miklu meira tilbaka og gefið tíundafórnir. For the next few moments, I want to just talk a little bit about worship. Næstu augnablikki þá langar mig til þess að tala tilbeiðslu. I spoke about worship a few weeks ago. Ég talaði tilbeiðslu fyrir nokkrum vikum síðan. I spoke about a warrior worshipper. Og ég talaði svona hernaðarlega tilbeiðslu. I want to be a little bit more devotional tonight. Ég ætla bara að gefa ykkur aðeins svona meira myndina af hvernig maður gerir þetta dag frá degi. And I want to talk about the profile of a true worshipper. Og mér langar til þess að sýna ykkur mark hinn sanna tilbeiðanda. You remember in John chapter 4, Við munið eftir í Jóhannesi 4. kapla. if we can go there, Ef við getum farið þangað. Jesus spoke to a woman at the well. Og þá talaði Jesús við konu There's við nothing on the brunnin. board up there. And this woman said to the Lord, Og þessi kona sagði við drottinn, do you know veist þú, that she says our ancestors worshipped on this mountain, forfeður okkar tilbað á þessu fjalli, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. en þið gyðingarnir, þið segið að staðurinn sem við eigum að tilbiðja á sé Jerúsalem. And the Lord said, believe me, a time is coming when you will worship the Father not on this mountain nor in Jerusalem. Og Jesús sagði, ef við trúðum mér, það sá tími mun koma að þér munið ekki tilbiðja föðurinn á þessu fjallin í Jerúsalem. And then in verse 22, he said, you Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know. Og hann segir, þið Samaríumenn, þið tilbiðið það sem þið þekkið ekki, við gyðingar, við tilbiðum það sem við þekkjum. For salvation is from the Jews. Vegna þess að hjálpræði kemur frá gyðingum. Yet a time is coming En einhvað síður kemur svo tími, and has now come og hann þegar kominn, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. þar sem hann í sönnu tilbiðendum munu tilbiðja föðurinn í anda og sannleika. For they are the kind of worshippers the Father seeks. Því að það eru þessi tegund af tilbiðendum sem faðurinn leitar. God is spirit, Guð er andi and his worshippers must worship in spirit and in truth. og tilbiðendur hans þurfa að tilbiðja í anda og sannleika. So I want to talk a little bit about the profile of a true worshipper. Og mér langar til að tala aðeins mark hins sanna tilbiðanda. And as the Lord usually does, Og eins og drottinn gerir yfirleitt, he wakes me up at 3:30 in the evening, in the night, og hann vekur mig klukkan 3:30 á morgnana, hann er vanur því, and he speaks to me. og hann talar til mín. And so this is one of the things that the Holy Spirit just ministered to me. Og þetta er eitt af því sem að heilagur andi þjónaði til mín. I also need to say to you that Mér langar til að segja við ykkur líka, when he speaks to me, þegar hann talar til mín, it's for me first, þá er það fyrir mig fyrst. okay? I deal with these things first. Og ég á við það að hann hefur talað við mig, I go áður en ég geri nokkuð annað fyrst. into my prayer closet and I deal with these things before the Lord first. Og ég kem fyrir inn í bænaskapið minn og bið til hans þar fyrst. Now, in the Old Testament, Í Gamla testamentinu, there are two words for worship. þá eru 2 orði við tilbeiðslu í Gamla testamentinu. The first word for worship is the word shaka. Fyrsta orðið fyrir tilbeiðslu er shaka. This word means to bow down. Þetta orð þýðir að beygja sig niður. It means to stoop low. Það þýðir að beygja sig lágt. It means to prostrate yourself. In other words, to lie flat on the floor, on your face. Og það þýðir að liggja bara flatur á gólfinu. It means to humble yourself. Það þýðir að auðmýkja sjálfan sig. Now, John the Baptist was known as the last of the Old Testament prophets. Og Jóhannes skýrari þekktur sem síðasti Gamla testamentis spámaðurinn. And he said, Og hann sagði, I must decrease Yes, sir. so that he
can increase. Og hann sagði, ég þarf að minka Amen. til þess að hann fá að stækka. So John the Baptist understood the position of a worshipper. Þannig að Jóhannes skírari skildi stöðu og mark til sanns tilbýðanda. Now in the book of Daniel, Í Daniels bók, we are introduced to another word. þá erum við kynnt fyrir nýju orði, öðru orði. It is the word sechid. Það er ekki orðið sekit. It's the word that simply just means to worship an idol. Og sumir hafa tekið að það er að gera tilbyðja og gera guðlegan einstaklingur. One word is shaka and the other one is sekid. Og annað orðið er shaka og hitt er sekit. So what's the difference? Og hver er munurinn á þessum tveimur orðum? Well, shaka speaks about a relationship. Shakat hefur að gera með samskipti. Whereas the one used in Daniel, sekid, has got nothing to do with relationship. En orðið sem að notaði í Daniels bók hefur ekkert að gera með So the first thing samskipti. I want you to understand here Það sem is fyrsta that sem við viljum skilja er we cannot truly worship God if there is no relationship. við getum ekki tilbeðið Guðnum að það sé sannarlega einhver samskipti. You cannot worship God if there's no relationship with God. Og ef þú ert ekki í samfélagi við Guð þá getur ekki tilbeðið Guð. That's the important thing I need to say to you tonight. Og það er það mikilvægt sem ég var að segja við ykkur hérna í kvöld. In the New Testament, the word is proskuneo. Í Nýja testamentin er það proskuneo. This word means to kiss the hand. Og þetta orð þýðir að kissa höndina á. How many of you have got dogs? Hversu mörg eiga hunda? How many of you have got dogs? Hversu mörg sem eiga Okay, hunda? Bertie's got them. Bjarka hund. Bertie's probably got the cutest dog in the church. Hann har örgulega fallegasta hundin í kirkjunni. Now, Emma comes to you. It's the name of his dog. Ja, Emma kemur til þín. And when you put your hand out, she kisses your hand or she licks your hand. Og það sem að Emma gerir, hún byrjar að sleikja þér hendina og réttir hendina til hennar. That is literally what the word proskuneo means. Og það er akkurat það sem orðið proskuneo þýðir. It means to lick the hand. Það þýðir að sleikja Your hendina. dog worships you every day. Þannig, hundurinn hann tilbyður hendina henni. But that's what the word means. En það er það sem orðið þýðir. Now, if your dog doesn't lick your hand, he'll probably bite your hand. Ef hundur sleikir ekki á þér hendina, þá bara líklega býtur hann á þér Now, hendina. here's the thing that I want to say. Og hér er það sem ég langar til þess að segja ykkur. You lick the hand of the thing that occupies your mind. Think about Þú this. sleikir hendina á þeim eða því sem að hefur tekið hugaðinn. The thing that occupies your mind all the time, every day, is the thing that you worship. Það sem að ríkir í hugaðinum stöðulega, það er það sem þú tilbyður. Whose hand are you licking? Hvers hönd ert að sleikja? And so, when I talk about worship, Þegar við tölum tilbeðslu, that's what I'm talking about. Licking the hand, kissing the hand, þá erum við að tala að kissa höndina eða sleikja höndina. prostrating yourself before somebody. Gera það algjörlega liggja flatan frammi fyrir einhverjum. Now, with that in mind, Og með það í huga, I want to talk about the 4 different kinds of worshipers that you get. og þá langar mér að tala um þessar fjórar típur af tilbeðendur sem að við getum séð. And they all begin with the letter D. Og þau byrja allir með orðinu D. The first kind of worship is this, Fyrsta tegund af tilbeðslu er þessi. is when worship is regarded as a deed, something I do. Þegar tilbeðsla, þau álítum að tilbeðsla sé eitthvað sem við gerum. Do you know that there are many people who do worship? Það eru svo margir sem að gera tilbeðslu. They regard worship as something that they have to do at certain times. Og þeir sjá tilbeðslu eitthvað sem að þeir þurfa að gera á ákveðnu tímabili í lífinu. Og stundum. And so, you know, they engage in worship because it is the right thing to do. Og þeir gera tilbeðslu af því að það er bara rétt af þeim að gera það. And so they would go to church Fara í kirkju
and they would do what everybody else does because they feel it is the right thing to do. Og þeir fara í kirkju og gera það sama og allir aðrir gera af því þeim finnst það rétt af They þeim að gera believe það. this is what Christians do at that time on a Sunday or on a Thursday if they should come here. It's what Christians do at that time. Og það það sem það ætti að gera á sunnudegi eða þriðjudegi eða þeir að gera hér, það þessi við gera tilbeiðslu. Worship is nothing other than a deed, something they do. Tilbeiðsla ekkert annað en eitthvað sem þeir bara framkvæma, gera. Now, Jesus told a parable in Luke chapter 18, verse 9 to 14. Jesus sagði í dæmisögu í Lúkas 18. kapla 9. til 14. And he versi. said that there were two men who went into the temple to pray one day. Og það voru tveir menn sem fóru inn í musteri til þess að biðja í dag. One of them was a Pharisee, Einn af þeim var farisi, a teacher of the law, hann kendi lögmálið. a man who knew the Old Testament like the back of his hand, Og maður sem þekkti gamla testamentið eins og bara lóan á sér. a man who kept the law, Maður sem hélt lögmálið. a man who taught the law. Maður sem kendi lögmálið. And so he went into the temple, and a tax collector went into the temple. Og hann kemur inn í musterið og inn í musterið kemur tollheimtumaður. Everybody hated tax collectors. Allir hötuðu tollheimtumennina. In Jesus' day, tax collectors were the scum of the earth. Á tíma Jesú þá voru þeir lagstir í samfélaginu. And they hated them Og það hötuðu á allir. because they were crooked. Vegna þess að þeir voru óheiðarlegir. Tax collectors looked for a way to extort money from people. Og þeir voru alltaf að leita að einhverju leið til þess að hafa peninga And so fólki the með people rángjöndum. treated them like criminals. Og fólk kom fram við So tollheimtumenn now eins these og bara two græpamenn. people go into the temple. Og þessir tveir aðilar koma á sama tíma inn í musterið. And the Pharisee prays, Og farisinn hann biður. and he says to the Lord, Lord, I thank you What? that I'm not like that guy. Og hann biður, og farisinn biður til drottins og hann segir, þakkaði drottin að ég ekki eins og þessi gaur. I don't commit sin. Ég synd ekki svona. I don't sleep around. Ég ekki svo hjá hverjum sem I don't steal people's money. Ég ekki að stela peningum frá fólki. I fast twice a week. Ég fasta 2 í viku. I pay my tithes. Ég borga 10 mína. I do all the right stuff. Og ég ger allt sem rétt að gera. That was his worship. Það var hans tilbeiðsla. That was the kind of worship he gave to God. Það var sú tilbeiðsla sem hann gaf drottni. And then the Bible says the tax collector came, Og síðan segir reikningin að tollheimtumaðurinn kemur beat his breast, og hann bara bresir á brjóst and he said, God be merciful to me, a sinner. og hann segir, vertu syndum líksamur. Have mercy on me, Lord. Sýndum miskun sem yfir mig. At the end of the parable, Við endin á dæmisögunni, Jesus said that the man who left justified was not the Pharisee, but the tax collector. og Jesús segir við endin á dæmisögunni, það var ekki farisinn sem fór í burtu réttlætur, heldur tollheimtumaðurinn. The Pharisee Farisinn, may have had a feel-good experience. það getur vel verið að farisinn hafi upplifað svona þægilega tilfinningar, If you stood before God stóð frammi fyrir Guði and prayed self-righteously og hann bað sjálfsréttlætningabænir and felt good about himself, og bara leið rosalega yfir í að and vera then left í the eigin skinni. service, Og þegar hann fór út úr musterinu, and said that was a good meeting. þetta var rosa góð samkoma fannst honum. But you know something? Vitið He þið hvað? still left the same way he came in. En hann fór eins og hann kom inn. Nothing changed. Það breyttist ekkert. The one person who left the service, a totally changed man, En sá sem að fór út af samkominni algjörlega breyttu maður was the tax collector, var tollheimtumaðurinn. because he literally opened up his heart to God and said, look inside, God, and see who I am. Og vegna þess að hann opnaði hjarta sitt fram fyrir Guði og sagði, drottin komdu og sjáðu hver ég er. When we worship
when we regard worship as a deed we do, Þegar við lítum á tilbeðslu sem eitthvað sem við gerum, it may have a psychological feel-good experience in our lives, og það getur vel verið að hafa svona jákvæð sálræn áhrif inn í líf okkar, but it will never change us. en það breytir okkur ekki. And I have seen too many people stand before God and regard the worship as just a deed I do. Og ég hef svo oft séð þetta, fólk sem að lítur á tilbeðslu eitthvað sem eitthvað sem við gerum, And they still remain in their sin. og þeir halda áfram að lifa synd sinni, They still carry the same shame. og þeir halda áfram að bera sömu They skömmina, still suffer the same addiction. og þeir eru ennþá bundnir í sömu And they fíkninni, cannot get free og þeir bara megna það aldrei að verða frjáls, because worship is a deed. vegna þess að tilbeðsla fyrir þeim er eitthvað sem maður gerir. Now, the reason why I'm taking you through these steps is because I've been there. Og ástæðan fyrir því að ég er að taka ykkur í gegnum þetta er vegna þess að ég hef verið þarna. When I first got saved, that's what I thought worship was. Þegar ég frelsaðist þá hélt ég að tilbeðsla væri þetta. I was saved in a denominational church. Ég frelsaðist í kirkjudeildar I kirkju eventually became a pastor of that same denomination. og ég varð síðar á lífsleiðinni, þá varð ég pastor í And þessari we were never sömu taught about kirkjudeild. what true worship was all about. En við töluðum aldrei það hvað sönn tilbeðsla í raun væri. We sang songs and we sang hymns. Við söngum söngva, við söngum himnala, Sometimes we raised our hands. stundum lyftum við höndum pínulítið. But it was all deeds we did. En þetta var alltaf eitthvað sem við gerðum og framkvæmdum. From Monday to Saturday, we didn't do it again. Og frá mánudegi til laugadags þá gerðum við þetta bara ekkert aftur. We did that 2 times on a Sunday. Við gerðum þetta bara á In the sunnudögum. morning service and in the evening service. Á mánudegi, á sunnudagsmorgun samkomu og sunnudagskvöldsamkomunni. So, I come from that kind of life. Ég kem úr svona lífstíl And I got tired of that. og ég var þreyttur á þessum And then, lífstíl. in the early 90s, I started to become more involved in ministry. Og snemma á 10. áratugnum þá var ég svona meira, var ég meira byrjaður að gera í tjónustu. I became a youth leader. Ég var I úlingaleiðtogi, was a youth pastor. ég var úlingapastor. And in 1987, God then said to me, okay, now leave your job. I'm calling you into full-time ministry. Og 1987 þá sagði Guð mig, farðu og hætt að vinna, ég að kalla þið inn í fulla þjónustu. And then I went to Bible school. Og síðan fór ég í biblíuskóla. At Bible school, I pastored a little church. Og í biblíuskólanum þá pastoraði ég litla kirkju. After I graduated, I started to pastor a couple more churches. Og eftir það þá byrjaði ég að vera hirðir í nokkrum öðrum kirkjum. But here's the thing that I want to say to you. En hér er þetta sem ég langt til þess að segja við ykkur. And I find this with worship leaders and church leaders. Ég sé þetta hjá tilbeðsluleiðtogum og hjá bara kirkjuleiðtogum almennt. That even though worship is no longer a deed they do, Þrátt fyrir að tilbeðsla sé ekki eitthvað sem að maður framkvæmur og gerir hjá þeim. Þeir hugsaðu ekki worship þannig. now becomes a discipline that they're involved in. Og þá verður tilbeðsla ægi sem þeir gefa sig undir. Let me explain. Mér langar að útskýra hvað ég er að segja. As the pastor of the church, Sem pastor kirkjunar, I had to be at every single prayer meeting. sem pastor kirkjunar þá þurfti ég að vera á hverju einustu bænastund sem var í kirkjunni. And so what did I do? Hvað gerði ég? I disciplined myself. Þá To agaði be ég there. sjálfa. Ég agaði bara sjálfa mig að vera á svæðinu, hvort Okay. einasta skipti sem voru There, bænstundir. there was a time when I was leading worship. Það var tíminn þar sem ég var að leiða tilbeðslu And so not to disappoint the people, og ekki til þess að gera það að verkum að fólki er ekki leitt á mér. I disciplined myself Þá agaði ég sjálfa mig to be there and to do that. og þá agaði ég sjálfa mig til að vera þarna og gera það sem ég þurfti að gera. And when we worship as a discipline,
ef við tilbyðum sem eitthvað sem við gerum fyrir aga, you know what we are doing? veitir hvað erum að gera? We are simply following the standards that are set before us by men. Það sem við gerum í raun og veru, við fylgjum bara þeim standard sem lagður fyrir okkur af mönnum. Because I can discipline myself to do anything I want to do. Í vegna þess að ég get aga mig til að gera allt sem langar til að gera. I just turned 66 last week, Ég var 66 ára í senastu viku and a year and a half ago I decided to go and study again. og fyrir 1,5 ári síðan þá ákvaði ég að byrja að stúdera aftur. And my wife said to me, Skóla. you working? How are you going to do this? Og kona mér sagði, þú ert að vinna, hvernig You, ætlar að gera you þetta? involved with IM, how are you going to do this? Og þú ætlar að vera líka í IAM og hvernig ætlar að I gera said, þetta? I can discipline myself to do this. Ég get aga sjálf mig til að gera þetta. And so I'm in a disciplinary routine. Og ég fór bara inn í ákveðna rútínu þar sem ég agaði sjálf mig til að gera And það sem so ég when we are, you know, it's like going to the gym. gera. Þetta eins og bara fara í ræktina. I went to the gym because I wanted to lose weight. Ég fór í ræktina til þess að losna við ákveðna bara einhver kíló. And my daughter said to me, because she was coaching me, and she said to me, Dad, you need to be disciplined for this. Og dóttir mín sagði við mig vegna þess að hún var að þjálfa mig, hún sagði við mig, þú var að vera mjög agaður til þess að þetta gerist. And I said, yes, I can. Og ég sagði, ég get verið So agaður. every second night I would go to the gym. Og annarkvört kvöld þá fór ég bara í ræktina. And I would do these exercises. Og ég gerði þessar æfingar sem var lagt fyrir mig. And I remember one night Je man coming het- from the gym, I was doing these squats with the weights on my shoulder. Og ég man eftir því einu sinni ég var komið heim þá var ég að gera þessa vikt þar sem ég var að taka vikt og ég var að nota fæturnar til að lyfta henni. Doing exercises that I didn't even think existed. Og ég var að gera æfingar sem ég hélt að veist ekki einu svona væru til. And I was walking out of the gym to the car. Og ég var að ganga út úr ræktinni í bíli minn. And even though I was disciplined, Jafnvel þó ég væri agaður, I hated it. þá I hataði didn't þetta. like it. Ég hataði þetta og ég fílaði þetta ekki. It was something I needed to do to lose weight. I wish I didn't have to do it. Og ég vissi að ég þyrfti að gera þetta til þess að missa ákveðin kíló og ég bara vildi að ég myndi ekki þurfa að gera þetta. That's what I'm trying to say. Það það sem ég er að reyna að segja þetta. I walked into a church one day, Ég fór inn í kirkju einn daginn and as I walked into the church, the worship team was gathered in the foyer. og þegar ég kom inn í kirkjunum þá var tilbeðstu teymið var þarna inn í anddyri I really did not recognize these people og ég þekkti þetta fólk ekki í raun. because these girls looked so gorgeous. Vegna þess að það litu bara svo vel út þessar stúlkur. I mean, they looked like models. Þeir litu út eins og einhver bara módel. I mean, the makeup was to the T and the dresses were to the T. and Everything leit alveg 100% út. They were disciplined for worship. Þau voru öguð fyrir tilbeðslu. But you know something? Vitið þið hvað? There was absolutely no anointing. En það var algjörlega gersneitt af nokkru smurningu á þessari samkomu, ekkert. When we do worship only because we are able to discipline ourselves for worship, Ef við gerum tilbeðslu að því að við getum aga sjálf okkur til þess að gera then I tilbeðslu, want to say we are not adhering to any other standards but man's standards. og þá erum við ekki að beygja okkur undir neitt standard annan en það sem búið að leggja fyrir okkur af Because mönnum. this is a human expectation that has been placed upon us. Vegna þess að þetta mannleg eftirvænting sem búið að leggja yfir okkur eins og klafa. You know what? Vitið þið hvað? True worshippers, Sannir tilbiðendur. they never look good during worship. Sannir tilbiðendur líta aldrei vel út þegar þeir eru að tilbiðja. The mascara is going to be running down the face. Það alls konar hluti sem leka niður andlitið. The hair is going to be a mess. Hárið út allt.
The shirt's going to be over the head sometimes. Og skyrtan komin yfir hausinn. You're going to be a mess when God is done with you. Og við getum verið alveg eins og við getum verið alveg litið illa út þegar Guð er búinn You're að not vera going búinn to be tilbeðið. dignified in any way when you're a true worshiper. Þú ert ekki einhvern veginn svona lítur fyrst og fremst vel út eða I'm ert sama reminded tilbeðandi. of David Ég in minnist 2 Davíð. Samuel chapter 6. Í öðru Samúels bók kapla 6 þá When they brought back the Ark of the Covenant, þegar þeir komið tilbaka með sáttmálsörkina and the Bible says David took off his kingly robe. og Biblían segir okkur að Davíð hann fór úr konungsklæðunum. Some people say he was naked. I'm not sure that is true. Sumir segja að Davíð hafi verið nakinn, ég er nú ekki viss það að það hafi verið rétt. But he just took off his kingly robe. En hann bara fór úr konunglegu He klæðunum looked as ordinary as everybody else. og hann leit bara út eins og hver annar. And he was dancing before the Lord. Og hann dansaði frammi fyrir drottni. And his wife said to him, David, what is wrong with you? Og konan hans sagði við hann, hvað er að þér? Can't you see how undignified you look in the sight of your servants? Og sérðu ekki hvernig þú hefur yfirgefið And to tigningina all frammi Israel? fyrir þjónuðinum? And he said, they never called me. They Þeir never kalluðu mig anointed aldrei, me. þeir smurðu mig aldrei. It is God who anointed me. Það var Guð sem smurði mig. And I don't care what I look like. In fact, I will look even more undignified than I am now. Og ég bara líti út enn óvirðulegri heldur en ég líti út núna af því að hann smurði mig. To give him glory. Bara til þess að gefa honum dýrðina. And so worship is not about being disciplined. Og tilbyðendur ekki bara það að vera It's not about how we look. Þetta verður ekki gera með hvernig við lítum út. And then I had to realize that is not what worship was about. Og þá gerði ég mig grein fyrir að þetta akkurat ekki 1 það sem Samuel tilbeiðsla chapter hefur að 1 gera verse með. 10. Fyrsta Samúels bók, fyrsti kapli vers 10. Hannah stood before the Lord. Hanna stóð frammi fyrir drottni. She's crying out to God because she cannot have children. Og hún grætur frammi fyrir Guði að því að hún gat ekki eignast börn. And in those days, women were not allowed to be loud in church. They had to be silent. Og þær voru ekki leyfilegt að vera með hávaða í musturinn, þeir áttu að vera hljóðar. And here she stood before God. En hérna stendur hún frammi fyrir Guði. And she started to pour out her heart to him. Og hún byrjaði að úthella hjarta sínu frammi fyrir drottni. And unfortunately, the pouring out of her heart started to flow from her lips. Og þetta sem kom frá hjartans byrjaði að koma út úr varirnar á henni. And the priest looked at this undignified woman. Og æðstipresturinn leit á þessa óvirðulegu konu. And he rebuked her. Og hann ávítaði hana. But she made a vow to the Lord. En hún gerði eið frammi fyrir drottni. And she said to the Lord, if sagði you drottinn. will only look on your servant's misery and remember me. Og ef þú bara lítur á eymd ambáttaðinnar og minnist mín. If you do not forget about me, Jesus, Ef þú gleymir mér ekki drottin Jesús. but you give me a son, Og þú gefur mér son. then I will give him back to you. Þá mun ég gefa sonin aftur til þín. And no razor will be used on his head. Og það mun hárans mun aldrei vera skert. She was willing to be undignified before God. Hún var tilbúin að vera óvirðulega útlítandi frammi fyrir drottni. And you know what happened? Vitið þið hvað gerist? She got pregnant and she gave birth to Samuel. Og hún varð ófrísk og hún fæddi Samúel. And so I realized that being disciplined, just being disciplined is not good enough. Og ég gerði mig grein fyrir því að vera bara agaður ekki nógu gott. Because I was doing all that stuff, Vegna þess að ég gekk fram í þessu öllu saman. but nothing was happening. En það var ekkert að gerast þegar ég var að gera það sem ég var að gera. And then I had some charismatic friends. Og síðan átti ég karismatiska vini á þessum tíma. And these guys were filled with the Spirit. Og þessir vini mínu voru fylltir af andanum. And I started to see the difference between my disciplined kind of worship and their crazy worship. Og ég byrjaði að sjá munin á agaðri tilbeiðslu minni og þeirra klikkuðu tilbeiðslu. Because, as far as I was concerned, God is a God of order. Og vegna þess að hvað mig varðar þá Guð reglu.
They just didn't care. They just worshiped God like there was no other God. Og bara þeir tilbyðu Guð eins og það væri bara engin annar Guð. They went crazy. Þeir bara urðu alveg viltir. But they were getting things from God. En þeir voru að gefa hluti frá Guði. God was touching them and doing stuff in their midst. Og Guð var að snerta á það og vinna í þeim. And so a desire Og þessi þrá, began to build up within me. og þessi þrá byrjaði að byggjast upp innra And með this mér. is the third thing. Og þetta þriðji When hlutin. we worship God from out of our desire, Þegar við tilbyðum Guð út frá þrá sem við höfum. our desire for Him. Þrá fyrir honum. There was a song that really changed the way I saw worship. Og það var söngur sem ég upplifði og sá sem breytti því In hvernig the ég sá 90s, tilbeiðslu. Þegar við vorum að tala 10. A áratug man by the name of Rich Gomez wrote the song. og maður sem hét Rich Gomez skrifaði þennan söng. Oh Lord, my God, all I desire is you. Have you guys, do you know the Drottinn song? Guð minn, allt sem ég þrá ert þú. Oh Lord, my God, all I desire, Drottinn Guð minn, allt sem ég þrá ert þú. more precious than silver, Þegar þú ert dýrmætari en silfur, more costly than gold. dýrmætari en gull No riches on the earth compares with you. og engin ríkudómur á jörðinni hægt að bera saman við þig. And what can this world offer Og hvað getur þessi heimur boðið mér? when all I desire is you? Þegar allt sem ég þrá bara þú. Now my problem was En mitt vandamál var þetta, that I was worshiping the idea of worship. ég var að tilbiðja hugmyndina og tilbeiðslu. I loved worship. Ég elskaði tilbeiðsluna sem Worship slíka. became like an idol. Tilbeiðslan sem gjörningur We var started to sem, sing- var sem skurðgóð fyrir mér. We started to sing Ron Canoli songs. Og við byrjuðum að sjá Ron Canoli söngva We started to idolize worship leaders. og hann byrjaði að gera svona mikið úr tilbeiðslu leiðtoga. I was worshiping the idea of worship. Og ég byrjaði að gera tilbyðja hugmyndina eða ímyndina af tilbeiðslu. Until this song was like a brick in my face. Og þetta var bara eins og múrsteinn sem lenti á í andlitinu á All mér. I desire Allt sem ég þrái is you. bara þú. I don't desire riches. Ég þrá ekki ríkidæmi. I don't desire blessings. Ég þrá ekki blessanir. I don't even desire healing. All I desire is you. Og ég ekki að sækjast fyrst og fremst eftir lækningu. Eina sem ég þrá bara þú. And so I needed to take my desire to a new place. Og ég þurfti að sjá þrá mín að fara á annan stað. And so true worship starts with a deep desire for more of Jesus. Sönn tilbeiðsla kemur út frá djúpri þrá eftir meira af Jesú. And you know something? Og vitið þið hvað? This is where the anointing now starts to flow. Og það hérna sem að smurningin byrjar að flæða. Because we've waded through all the junk Og vegna þess að við erum búin að íta burtu frá okkur and öllu we've said bullinu to ourselves, og sagt við sjálf okkur the only thing that should be the object of my affection should be Jesus. og því að Nothing else. allt sem ætti að vera þrá minnar Jesús. And the moment that happened, Akkurat á þeim tímapunkti the anointing started to flow. þá byrjaði tilbeiðslan, þá byrjaði smurningin að flæða. Now, I was still a Baptist preacher, Ég var ennþá baptista predikar á þessum tímapunkti and we started to see healing and miracles happen in our church. og ég var byrjaður að sjá lækningar og kraftaverk eiga sér stað í kirkjunni minni. I would baptize people in the water, and they would come out speaking in tongues. Og ég skýrðum fólk í vatni og þegar það kom upp á vatninu þá byrjaði að tala í tungu. Now, that's not supposed to happen in a Baptist church. Þetta á ekki að gerast í baptistakirkjum sjáðu Not til. supposed to. Þetta á bara ekki að But vera it að happened gerast. in our church En það gerist í okkur kirkju. because my worship was out of my desire for Him. Vegna þess að tilbeiðsla mín, hún kom út frá löngun minni og þrá eftir Jesú. But there is a fourth kind of worship En það fjórða tegundin af that I want to tilbeiðslu. talk about tonight Sem mig langar til að as I tala um just draw this to a close. Og núna þegar ég að hætta. I want to say to you tonight,
Það er langar að segja við ykkur inn í kvöld. God will always respond to your hunger. Að Guð mun alltaf bregðast við hungriðinu. God says, what man, if you ask him for a fish, will give you a stone? Hvaða maður mun gefa einhverjum fisk, stein ef hann biður fisk? If a father knows how to give good gifts to his children, Ef að venjulegu faðir kann að gefa börnunum sínum góða gjafir, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? hversu miklu fremur mun himnesku faðir ykkar gefa ykkur heilagan anda ef þið biðjið hann? When there's a hunger for more Ef það of him, hungur fyrir meira, he will give you þá what mun your hann heart gefa is þér desiring. það sem hjartað tráir. Amen. Amen. Which leads me to the last type of worshipper. Og þannig færi mig hérna að seinasta tegundi af tilbýðanda. This person now sees worship as a delight. Og þessi loka fjallar það að hann I'm going to explain that in a moment. It's not a deed anymore. Þetta er ekki eitthvað sem hún framkvæmir. It's not a discipline anymore. Þetta er ekki ægi bara en lengur. It's not something that I just desire, Þetta er ekki bara eitthvað sem ég þrái, but it now becomes the delight of my heart. heldur þetta orðið ástúð hjarta míns. David said in Psalm chapter 37 verse 4, Davíð sagði í Sálmi 37 versi 4. he said, delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Gleðjist í hjartum yðar og Drottinn mun gefa ykkur þrár hjarta yðar. The Passion Translation says, find your delight and true pleasure in Yahweh. Finnið gleðið þar okkur og sannan hátt hvernig þið njótið í Jehova. And he will give you what you desire the most. Og hann mun gefa ykkur það sem þið þráið mest. Now, what does the word delight mean? Hvað þýðir delight? It means to take great pleasure in something, Það þýðir að gleðjast yfir og njóta þess að framkvæma eitthvað. or to give keen enjoyment to the person you're worshiping. Eða gefa mikla gleði til þess sem þú tilbyður. The Hebrew word is the word anag, Hebríska orðið hérna er anag and it means to treat God with delicacy. og það þýðir að koma fram við Guð af mildileika. It means to be soft before the Lord. Það þýðir að vera mjúkur fram fyrir Drottni. You know, when we truly treasure something, Þegar við sannlega sjáum eitthvað sem dýrmæti, or we treasure someone, eða við gerum einhver sem er okkur dýrmætur, we act delicately with them because we want to honor their value. vegna þess að þá komum við mildilega fram með þau, vegna þess að við viljum bera virðingu fyrir hvernig þeir sjá hlutin og hvernig þeir eru. And so we bend ourselves Þess to vegna it beigjum við sjálfa okkur fyrir því, so that thing can have high priority in our lives. svo að það geti verið í forgangi í okkar lífum. And it is our absolute joy to do so. Og það er algjörlega gleði okkar að gera það. We don't do this out of discipline. Við gerum þetta ekki út frá aga. We don't do this because it's just another deed we do. Og þetta er ekki bara því að við gerum þetta því að bara We þetta sé do eitthvað sem this við gerum. because it has now become our way of life. Við gerum þetta því að þetta er sá lífstíl sem við lifum. We do this because it's now given me the greatest and the utmost pleasure. Og vegna þess að þetta gefur mér allra mestu uppfyllingu lífsmíns og ég er ofsalega gleðst yfir því. Delighting ourselves in the Lord means to bend to the will of God Að gleðjast í Drottni hefur að gera með að beygja sig fyrir vilja Guðs and to treat him as the most valuable treasure of our lives. og til að koma fram við hann sem dýrmætasta fjársjá lífs okkar And then loving the experience. og að fá að njóta
upplifunar að ganga fram í þessu. Now, Psalm 1 verse 2, Sálmur 1 vers 2, we all know Psalm 1, but verse 2 says, en í versi 2 í Sálmi 1 þá segir, whose delight, he's talking about the righteous man. He says, his delight is in the law of the Lord, and he meditates on his law day and night. en gleði hans fólkin í því gleði hans fólkin í lögmáli drottins og hann hugleiðir það dag og nótt. Delighting in the word means that you spend the rest of your time with the word and in the word. Og að gleðjast yfir orðinu hefur að gera með það að þú hugleiðir það stöðulega. You're always chewing on something the Lord has spoken. Og þú ert alltaf að hugleiða eitthvað sem að drottin hefur sagt. Now, when I met Anne for the very first time, Fyrsta skipt sem ég hitti hann, I think it must have been around 1979, around there. og ég held að vera 1979 eða 78 eða eitthvað, I didn't want to be with anybody else. þá vildi ég ekki vera með neinum öðrum. I just wanted to be with her. Ég vildi bara vera með henni. Now, Anne lived about 30 kilometers from our house. Hún bjó 30 kilometra frá húsinu okkar. I did not have a car. Ég átti ekki bíl. I had to take 2 buses Ég þurfti að fara í tvo strætóa and a train og líka lest to get to her house. til að fara heim til hennar. The trip was a minimum of 1 hour. Og þetta tók allavega 1 klukkustund. That's just traveling time, not waiting, just traveling time. Bara ekki þegar ég var að bíða eftir einhverja lestunum eða strætónum, heldur bara akkurat tíminn sem var að ferðast. But I just wanted to be around her. Ég vildi bara vera í kringum hana. She was the delight of my heart. Því vegna þess að hún var gleði hjarta míns. Well, she still is, but Og hún það enn when we met, og það var þannig þegar við hittumst. when you delight yourself in the Lord, Þegar þú gleðst í drottni Guðinum, then your whole day revolves around Jesus. þá snýst allur dagurinn í kringum Jesú. You just long to be with him. Og þú bara elskar og þráir að vera með honum. When you wake up in the morning, you cannot wait to take your cup of coffee and go into your closet and just be with him. Þá bara getur ekki beðið eftir því þegar þú vaknar að náður í kaffibóllaðin og njóta þess að eyða tíma með drottni. And it's not about getting him to do stuff for you. Þetta hefur ekkert að gera með þú sért að fara að gera eitthvað fyrir It's hann. like being with your spouse, being with your girlfriend. It is just this experience, Þetta bara þessi eftirvænting, það eins og að vera með makaðinum. being loved by your father. Bara að vera elskaður af föðinu. And you in return expressing love to your father. Og á sama tíma þá ert að tjá ástina til föðu þíns. And feeling his kiss upon your cheek. Og þú finnur fyrir kossi hans á kinn þínu. And you kissing or licking his hand. Og þú kissir eða þú sleikir á honum höndina. And just spending those moments or even hours Og þú eyðir þessum augnablikum eða jafnvel klukkustundum. just with him. Bara með honum. And there are some mornings when I say to the Lord, I don't want to ask you for anything today. Við segir bara við drottinn, mér langar ekki til að biðja þig neitt. I don't feel I want to do that. Mér langar ekki til að biðja þig neitt. I just want to be with you today. Mér langar bara að vera með þér. I just want to sit with you. Mér langar bara að sitja með þér í dag. I just want to feel you. Mér langar bara að finna fyrir I þér. want to feel your arms. Mér langar bara að finna I want to armaðinni. feel your embrace. Mér langar til að finna faðmlag þitt. God wants us to delight ourselves in him. Guð vill að við gleðjumst í honum. That is the nature of our worship, or to be the nature of our worship. Það ætti að vera eðli okkar tilbeðslu. You know, it seems like you just cannot get enough of Jesus. Það bara eins og maður fái bara ekki nóg í Jesú. And your whole life is dedicated to satisfying him and bringing him glory. Og eina sem að líður mark lífsins að uppfylla hann og gefa honum dýrð. Now here's the best part. Og hérna besti hlutin. When you delight yourself in the Lord Þegar þú gleðst í drottni Guði þínum and you are bending to his will, og þú beygir þig fyrir vilja hans, the more you submit yourself to his will, því meira sem þú gefur þig undir vilja you will hans, find that eventually
your will becomes infused with His will. þá muntu finna fyrir því hvernig að vilji hans fer inn í all þinn vilja og ríkir í þín That is one of the amazing things that happened in marriage. og það það sem að stórkostlega sem gerist í hjónabandi. Now, I'm sure the two of you were not compatible when you got married. Ég alveg viss það að Because þið I hefðu don't ekkert believe alveg in passað saman compatibility. þegar þið giftust. You were very different people, right? Þau voru mjög ólík, Absolutely. Very different. algjörlega ólík. Anne and I are very different people. Ég og Anna erum mjög ólíkt fólk. But you know what happens? En vitið þið hvað gerðist? The more we were together, Því meira tíma sem veitum saman, the more we submitted to one another, því meira sem við gáfum okkur fyrir hvort annað. we found out Og þá komumst við að því, that the things we wanted were the same. þá komumst við að því það sem við báðum She þráðum var wanted það the saman. same thing I wanted. I guess it's the same for you guys. Og við komumst að því að ég komst að því hún vildi það sama og ég vildi. Eventually, when we're having a conversation and one of us would say, you know, I wish I could do this. Og síðan byrjuðum við að hafa samskipti og það sem annað okkar sagði, ég vildi að ég geti gert þetta. And the other one would say, oh my goodness, you took the words right out of my mouth. Og þau sagði hinn aðilinn, já, þú bara tókst orðinu munni mínu. We want the same things. Við viljum það sama. My will is infused with her will. Og minn vilji bræddur sama með hennar vilja. It's the same when we have this love relationship with God. Og það á sama hátt sem við höfum þetta ástarsamband við Guð. Our will becomes infused with His will. Og okkar vilji verður eitt með hans vilja. Now, what's this? Takkið eftir þessu hér. You will want the same things that He wants. Og þú vilt sömu hluti og hann vill. And when that happens, Og þegar það gerist, you will receive the desires of your og heart. þá muntu fá þrár hjartaðins. Because the desires of your heart are the desires on His heart. Vegna þess að þrár hjarta þíns eru þrár hjarta hans. And that is why the Father said to His Son, ask of me and I will give you the nations as an inheritance. Og þess vegna segir Guð, biðjið mig og ég mun gefa ykkur Because the þjóðirnar. Father and the Son desire the same thing. Vegna þess að faðirinn og sonurinn vilja það sama hlutin. Final scripture, Isaiah 58 verse 14. Senasta verstið fyrir okkur í kvöld að Then Jesaja you will 58:14. delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth and feed you with the heritage of Jacob your father. The mouth of the Lord has spoken. Og þá mun þú gleðjast í drottni Guðinum og ég mun gera það að verkum að þú mun fara yfir hæðir jarðarinnar og ég mun fæða þig með arfleið Jakobs föður þíns. Og hvað? Jesaja 58:14. Og munnur drottins, því að munnur drottins hefur talað það. Amen. Jesaja 58:14. I'm reading a book by a woman called Rebecca Greenwood, and she writes a lot on spiritual warfare. Og ég að lesa bóku eftir Maríu Greenwood og hún að skrifa mikið andlegt stríð And she talks a lot about worship. og hún tala mikið tilbeðslu. And one of the things she mentions is this, Og eitt af því sem hún myndist á var þetta hér. that when we worship God in this way, Og þegar við tilbeðum Guð á þennan máta, when we literally become infused with the will of God, þegar vilja okkar bræðið saman við vilja Guðs og hann verður eitt, then we are entering the glory realm. og þá erum við komin inn í þessa dýr drottins. That is the Dýrna place. That is the place where God just does extraordinary things. Og það þessu sviði sem drottin gerir stórbrotnar hluti. God wants to release not just occasional anointings upon us, Guð vill ekki bara leysa yfir okkur annars slagið smörninguna, but He wants us to move in a constant realm of the glory of God. hann vill að við stöðulega séum að starfa í og dvelja í þessu sviði dýrðar hans. Where we are so caught up with Him
Það sem eru svo gripin af honum, so infused with Him, svo algjörlega brett saman með honum. where the world has just been left way behind. Og þá bara desires heimurinn of sem the er flesh. bara fyrir aftan okkur og I hann er mean, ekki the að hrjóða. desires of the flesh, Og þessi þrár holdsins bara farnar. where our whole lives are just so taken up with God and His righteousness and holiness. Og hjarta okkur er svo gripið af hjarta drottins og hans hælarleika og Where He just releases His glory upon us. hann leysir út dýrð sína yfir okkur. And my prayer is Og mín bæn er that in I Am Equipping Center, að I Am Equipping Center we may see the glory of God in that way. að við megum sjá dýrð drottins á þennan hátt. Every one of our lives Í lífi sérhvers okkar. would radiate with the glory of God. Að það geisli af okkur dýrð drottins. He's looking for true worshipers. Hann er að leita sönnun tilbiðandi. He's looking for men and women that will worship Him in spirit and in truth. Hann er að leita mönnum og konum sem leita Not out hans of deeds í anda og sannleika. or discipline Ekki bara því að eitthvað tilbæsli Or eitthvað just sem hann because- gerir eða vaga, of a desire, heldur af þrá. but men and women who have now made the Lord their delight, their heart's Og delight, heldur konur og menn sem hafa gert drottina gleði sinni. where He becomes your everything and my everything. Og hann verður að þeir allt í öllu. Father, I pray tonight Faðir, ég bið þess í kvöld that You would help every one of us að þú hjálpir sér hver okkar to get to that place til þess að komast á hann stað. where our delight Það sem okkar gleði, is in You. að gleði okkar er fólkin í þér. Forgive us, Lord, Fyrirgeðu okkur drottin for treating You as someone who is only good enough to give us stuff. og að fyrirgeðu okkur ef við komið fram við þig að þú sért bara nógu góðu til að gefa okkur dót sem við viljum biðja þig And help us to realize tonight og hjálpa okkur að skilja í kvöld og gera okkur that there grein is fyrir so much more in worship og það er svo miklu meira í tilbeðslu than just getting things from You. að bara fá hluti frá þér Because You desire to hold our hands. vegna þess að þú þráir í haldi hjörtu hönd okkar You desire to hold our hearts. þú þráir að snerta halda í hjörtu okkar You desire to hold us in Your arms. því vegna þess að þú þráir að halda okkur í armum þínum You desire to cuddle us þú elskar að umfaðma okkur and kiss us on the cheek og kissa okkur á kinnina and just let us know how much You love us. og láta okkur vita hversu mikið þú You elskar okkur desire to do all of that for us. þú þráir að gera alla þessa hluti fyrir okkur And so I pray tonight, Lord, og þess vegna langar mig til að biðja henni í kvöld help us tonight to make Jesus our delight. og hjálpa okkur að gera Jesús að gleði okkar For You are more precious vegna than þess að þú ert silver. dýrmætari You are more costly than gold. vegna þess að þú ert dýrmætari en silfur og þú ert verðmætari en gull And there's no riches on the earth that compares with You. og það er engin ríkdómar á jörðinni sem getur verið borið samanborið við þig What can this world offer hvað getur þessi heimur bóðið okkur when the only thing that matters to us en því að eina sem skiptir okkur máli is Jesus? er Jesús And we worship You. þannig við tilbiðum þig Jesús Amen.